Davíð, þú fáið við ÍA í 16. úrslit, hvernig líst þér það? Bara ágætlega, ég meina, þetta er svo sem það voru meiri leikur minni að við fengjum eftir deildarlið og Skaginn náttúrulega kannski, bara eins og við ekkert verið í smá ströggli undanfarið, þannig að þetta verður bara hörkuleikur upp á Skaga og maður veit alveg að þeir mæta dýrvillur til leiks en eins og við höfum svo sem sagt áður að svona miðað við stöðuna akkurat í dag þá er þetta okkar besti möguleiki á að komast í Evrópu, þannig að allavega nákvæmlega þessu staðinu núna þó svo vonandi verðum betri þegar þessi leiki verða spilaðir í ágúst, þannig að við erum bara spenntir fyrir þessu og hlökkum til að fara upp á Skaga. Það alveg talsveit í þessi leiki eins og segir, eru þið að horfa svona í næstu leiki til að koma ykkur skrið og kannski horfa upp á það til að koma betur stendur inn í bikarinn? Já, við erum að fara í mjög skemmtilega törn núna, við hefum Valsarinn á 50-daginn og svo spilum við 50-daginn eftir það, eða 2 50-daga eftir það Evrópuleiki fyrst á heimavöllur og svo út í Írlandi. Þannig að já, við náttúrulega erum bara, þú veist, svo sem horfum ekkert á mikið meira en bara einn leik í einu. Við þurfum náttúrulega að fara að safna stigum í þessari blessuðu deild og ætlum okkur að gera það og það voru mikil svona batamerki á liðinu fannst mér í leiknum móti KA og þannig að við ætlum að byggja bara ofan á því áfram. Og við spyrjum aðeins út í leikmannahópinn, er Ágúst Ægir búinn að spila síðasta leiki fyrir ykkur? Já, allavega í bili. Hann var kallaður tilbaka og við vissum alveg að það væri möguleiki að hann yrði kallaður tilbaka 1. júlí. Náttúrulega svona liðum í voninu það að vera hægt að framlengja en svo kom bara lokasvar núna fyrir 2-3 dögum síðan að þeir vildu fá hann tilbaka og það er svo sem náttúrulega bara gott fyrir hann og ég er alveg viss það að þessi leiki sem hann er búinn að spila með okkur hafa hjálpað honum og gera hann kannski ennþá betur í stakk búinn til að vinna sér innsæti í liðinu að niður á Horsens. Það var saga í fyrra að Emil Hallfreðsson getur verið að ganga í raðir ykkur en hann hélt svo áfram úti. Er eitthvað líkur á að hann sé að koma núna í gluggann? Nei, það er ekki miklu líkur á því. Við og Emil erum náttúrulega mjög góðir vinir og höfum náttúrulega rætt þetta og vorum bara núna síðast saman í Vestmannaeyjum fyrir nokkrum dögum síðan þar sem við fórum aðeins yfir stöðuna og það eru engar líkur því að hann sé á leiðinni heim en ef það breytist eitthvað þá að sjálfsögðu myndi hann alltaf styrkja okkur og alltaf vera velkominn í FH. Er það skoða eitthvað annað á markaðnum? Já, þú veist, við náttúrulega þurfum kannski aðeins að horfa á það að Hjörtur Logi er meiddur, við erum að missa Ágúst, þannig að já, við erum aðeins að skoða og sjá hvort það sé einhverja leiðir til að styrkja liðið en við náttúrulega höfum samt alveg fulla trú á þeim hóp sem við erum með flott lið, við erum með unga stráka sem geta komið sterkir inn núna í seinni hluta móts, þannig að ánægð með hópinn en já, við þurfum kannski örlítið meiri breytt. Er Hjörtur Logi frá út tímabilið? Nei, ég held að það sé nú ekki þannig. Hann meiddist í hnénu og við erum svona vonast til að þetta séu 2 til 3 vikur en það kemur svona aðeins betur ljós á næstu dögum. Takk fyrir þetta.